Hæ, ég heit Ingo og verið velkomin í Ingo Eldar. Var þetta alltaf leið? Í dag ætlum við að gera boost. Eitthvað sem þú færið í morgumat eða eitthvað sem þú færið þér bara svona boost, fatið mig? Og hvernig gerum við boost? Jú. Hvernig ég held? Með KitchenAid. Já, nei. Áður en að við gerum boostið þá vantar okkur hráefni. Það er ferminga! Jæja, þá er ég mættur aftur hérna heim og er tilbúinn að gera sem sagt ég er búinn að kaupa núna öll hráefnin sem við þurfum í hérna. Gauð, ég er búinn að vera að gera. Þú tekur bara 2 sekundur, skilur. Það er það? Strákar, hættið að rífast. Ég er ekki borgið ykkur inn á 30 skall fyrir ekki neitt, sko. Bara við hvenær fá? Fesk, jarðarber, bláber, banana, avocados, appelsína. Til þess að gera boost þá þurfum við skyr, klaka og síðan nýmjólk. Fyrsti shakein sem við ætlum að gera í dag er sem sagt jarðarbera shake. Jarðarber shake! Eða jarðarbera boost, sofa. Eða súkkulaði, jarðarbera con súkkulaði, strawberry shake, jarðarbera shake með súkkulaði. Sátt með þetta? Flott. Ekki nota svona hníf. Settu súkkulaði eins og það var. Beittan hníf og það sem við ætlum að byrja að gera er við ætlum að skera súkkulaði í tvennt. Ok. Og við ætlum bara að reyna að fá svona saxa, við ætlum að reyna að búa til sko strimla. Þá er ég búinn að skera svona cirka bát svona 2 runur af Nóa Series súkkulaði. Ég held að þetta sé alveg nóg. Nei, mér vantar kannski aðeins meira. Leið og finnur að hérna Nóa Series súkkulaði byrjaði að lykta svolítið eins og hey. Svolítið eins og, þetta minnir svolítið á hérna Vorið. Já. Byrju á að setja nokkra klaka. Ok, þegar við erum búin að setja klakan í, þá setjum við jarðarber. Lykilatriði í boost er að hafa sem sagt mikinn vökva. Þess vegna erum við með nýmjólkina okkar. Ok, þegar við erum búin að setja jarðarberin í, þá er komið að súkkulaði sem við skárum niður á hann. Við bætum því bara svona aðeins ofan í, tróðum því þannig að það hverfi. Eitt af því mikilvægasta í hérna hollum boost er skyr. Bætum við 2 hérna handfyllum af, 4 handfyllum af skyri. Þá getum við bara að byrja að hérna koma boostinu í gang. Ok, flæta aðeins út fyrir, það er alltaf læg. Ég gerði örugglega nóg fyrir 3 skammta. Þá erum við búin að gera mjög góðan shake, svona pick me up shake. Mjög góð shake fyrir alla. Bromber. Bromber verður eitt af því sem við ætlum að hafa í drykknum okkar í dag. En þessi drykkur heitir Dagur Elín.
Já, bara eins og áðan þá erum við með allar þessar fínu græður nema núna ætlum við að vera að rokka svona shaker. Setjum aðeins til hliðar og leyfum honum að kæla sína í friði. Í drykknum verður sem sagt bromber, bláber, avokado, 1 banana, við þurfum bara 1 banana, Mountain Dew og brún egg. Banana. Það er langbest sko að opna banana bara eins og ég gera það því að ég er sjúklega góður í. Lítill og krútlegur banani. Skerum hann niður í nokkra parta. Ok. Núna setjum við klakan til hliðar. Hendum banana, nokkur bláber, goji berry, gríðarlega mikilvægt. Egg. Og það sem er mjög mikilvægt er að setja bara eggjahvítuna og við setjum það í hérna þetta glas. Leyfa eggjahvítuna að detta svona ofan í. Leika þér með eggjahvítuna. Eggjahvítan er vinnið. Við þurfum ekkert eitthvað allt of mikið eggjahvítu. Síðan setjum við þetta bara svona ofan í. Núna setjum við klaka, hristið aftur. Nú erum við í vesinni. Vá, svakalega góð lykt að koma úr honum. Þetta ætti að vera nóg fyrir svona 1. Mikið þrýstingur sem myndi alltaf með að verða að blanda hann. Þú verður bara að halda mjög fast. Honum langar út en ekki leyfa honum að fara. Ok. Nú ætlum við að leyfa honum aðeins að setjast. Á meðan ætlum við að skera avokado fyrir garnis. Og þegar þú skerð avokado þá ætlum við að finna bara centerinn og skera og síðan skera bara meðfram sko. Það sem enda með er líklegast fullkomið. Ok, það sem við viljum gera er að reyna að ná öllu avokadóinu upp og þetta er list sko, þetta er ákveðin svolítið óþroska avokadó. Það er í rauninni miklu betra. Fest avokadó. Ready to go. Hérna, ok, núna er drykkurinn okkar búinn að setjast aðeins. Og sjáu þið, áferðin. Þá er drykkurinn ready. Við erum búin að gera Dag Eli. Mér langar bara að þakka ykkur fyrir sem hérna eru ennþá að horfa. Ég skora á alla til þess að gera sína eigin hérna drykkibúst heima. Mjög góður. Síðan alltaf er þetta að nota avokado í alls konar skemmtilega hluti eins og skeið. Getur notað það sem jafnvel byrði í avokado eða vel. Hollusta.